heiti Þórdís Rúnarsdóttir og klínískur sálfræðingur og vinn við það á stofu og kláraði BA í háskólanum minna heima og svo doktorsgráði í San Francisco í Bandaríkjunum. Í hverju felst starf þitt? Það felst aðalega því að hitta fólk og meta hvað það sem að það þarf að laga og þá gerir maður það bæði með því að tala við fólk og leggja fyrir það svona sálfræðipróf. Bæði minni próf og stundum þarf að nota stærri. Og svo þegar komið í ljós svona hver vandinn er og viðkomandi sammála í því þá bara að byrja að búa til meðferðaráætlun og síðan unnið eftir henni og reynda að laga það sem er og það sem fólk vill laga. Af hverju valdir þú þetta starf? Já, ég ætla alltaf að vera kennari en svo fór ég bara að hafa svona áhuga á manninum og hvernig hann starfar og hvernig þetta er að finna oft lausnir á ýmsu sem að virðist oft svo vonlaust og ákvað bara að klára BA-prófið og gerði það og fannst það bara fínt og síðan vann ég nokkur ár á unglingageðdeildinni og þar svona kynntist maður þessu meira og þá bara sá maður að þetta var það sem maður vildi gera. Nú er sálfræði voðalega stórt hugtak og en ef þú ættir að skilgreina í stuttumáli sálfræði? Já, sko félagsfræðin, hún er oft notað til þess að útskýra þetta að félagsfræðin, hún snýst oft bara að skilja samfélagið og hvernig allt þetta virkar að fyrir okkur að búa saman í samfélagi og hvaða öfl eru þar og meðan sálfræðin, hún fókusar meira bara á einstaklinginn og hvernig hann virkar og er náttúrulega í tengslum við samfélagið en það er meira verið að fókusa svona á einstaklinginn og það sem hann er að kljást við og þroska hans og hvernig hann tekst á við alls konar hluti, bæði góða og slæma. Já, og það er náttúrulega mismunandi sálfræði svona stefnur. Jú. Og þú aðhelst einhverja sérstaka, hvað er það? Svona í mínu starfi, svona klínísk sálfræði, þar eru til náttúrulega margt sko og ég vinn á minni stofu aðalega með hugræna atferlismeðferð og dialectical atferlismeðferð. Hvað er það? Hugræna atferlismeðferð, þá ertu að hjálpa fólki svolítið að átta sig svolítið á því hvernig það sem það gerir og hvernig það hugsa getur haft áhrif á hvernig það líður. Og þó að við höfum ekki alltaf kannski stjórn á því sem kemur fyrir okkur í lífinu, þá hefum við oft samt stjórn á því hvernig við ætlum að bregðast við því og hvernig við ætlum að leyfa því að hafa áhrif á okkur. Þannig hvernig við í rauninni túlkum hlutina? Já, hvernig við túlkum þá og svo bara verið að kenna fólki alls konar aðferðir að takast á við streitu og aktivera hegðun sem er ekki að skila fólki nægilega miklum lífsgæðum, aktivera hegðun sem að virka betur og svo framvegis. Já. Hvað gerir starfið þitt jákvætt? Aðalega bara að sjá að fólk nær árangri og það lifir allt, það svona upplifir meiri lífsgæði þegar það er búið að vinna eftir meðferðaráætluninni sinni. En líka að bara kynna svona mikið af fólki og eignast svona mikið af svona einlægum svona momentum þar sem að fólk er að tala saman og bara já, kynnast fá að sjá svona margt og fá að vera þáttakandi í svona mörgu og svona ólíku og fullt af ólíku fólki og vinna með öðrum sálfræðingum. Það er líka oft mjög gaman að vinna verkefni með öðrum sálfræðingum og það dýpkar vinnuna hjá manni sjálfum. Verður þetta samt aldrei erfitt? Jú, þetta verður mjög oft erfitt og maður þarf bara að læra með tímanum aðferðir til að takast á við það. Sálfræðingar læra alltaf í sínu námi aðferðir til þess að nota það sem þeir geta nota sjálfir bara. Og síðan erum náttúrulega líka notaðar svona jafningjahandleiðslur eða handleiðslutímar eða hitt og þetta og þar nær maður svona að halda þessu erfiða svona vinna úr því þannig að það truflir mann ekki síðan í vinnunni næsta dag. Hvernig getur sálfræðin hjálpað okkur til þess að tjá okkur markvissara? Já, það sem hún gerir, eins og kannski hugræn atferlismeðferð myndi gera það, er að hún myndi skoða svolítið hvað er það sem að er eitthvað svona sjálfstal sem að fer af stað sem við köllum self-talk sem að gerist í hugunum þegar við erum að tala við okkur sjálf, við erum að hugsa hugsanir sem við áttum okkur oft ekki á að við erum að hugsa og þegar við erum að því þá oft erum við að
búa til hindranir og stoppa okkur í því að tjá okkur, þá erum við oft meira kannski að hugsa nú eru allir hinir að hugsa þetta og við svona beinum athyglinni út frá okkur í staðinn fyrir að vera svona först svona innra með okkur og horfa fram og fókusa meira á það sem við viljum segja. Við erum að vera uppteknari öllum hinum í kringum okkur, svona til dæmis. Þannig að það eru notaðar líka ýmsar svona slökunaraðferðir og reynt að uppbreyta alls konar misskilning sem getur verið oft í gangi, sem getur truflað það að fólk ná að tjá sig. Fólk oft misskilur ótrúlega margt og er svo bara komið að stað með einhverja sögur í hugann og það getur stoppað það að fólk ná að tjá sig. En oft er þetta skömm og sektarkennd sem það þarf að tala um. Myndirðu segja að klínísk sálfræði væri aðalsálfræðin sem væri einmitt að sjá tjáningu og túlkun? Já, eiginlega. Sko, tjáning og túlkun er til staðar eiginlega bara sama hvaða undirgrein sálfræðina þú skoðar. En mest í klínísku sálfræðinni, þess að þar ertu svona kannski mest direkt sambandi við fólk. Og þar skiptir þessi túlkun til dæmis, hún skiptir máli en það eru aðrar undirgreinar sálfræðina þar sem þetta skiptir líka mjög miklu máli, en aðalega þessi. En hvað veldur því samt að sumir eru betri að tjá sig heldur en aðrir? Sumir eru bara fæddir með ákveðið bara svona skapgerð, bara ákveðið upplag sem að bara gerir það verkum að þeir eru svona kannski meira einfarar eða meira inn í sig og finnst þetta mörgu leyti bara óþægilegt. En yfirleitt þá er þetta ekki bara erfðir eða eins það sem við erum fædd með, heldur líka einhver reynsla. Margir hafa bara lent í því að upplifa það var ekki hlustað á sig eða fólk sem fyrir gengur einelti til dæmis getur átt erfitt með þetta út af því að það var náttúrulega ekki tekið mark á þeim og fólk var ekki séð fyrir það sem það var. Og síðan er þetta líka svolítið bara í uppeldinu þegar þú ert að alast upp, hvort að foreldrarnir ýti undir það að fólk tjái sig og hvort það sé refsað fyrir það ef fólk er að tjá sig. Til dæmis ef við tölum bara um tilfinningar. Það sem að sálfræðingar hugsa náttúrulega, klínískir sálfræðingar hugsa mikið það er tjáning tilfinninga og sumir kannski fengu aldrei mikið að tala um tilfinningar þegar þeir voru alast upp. En það getur verið svo margt. Er hægt að byggja sig upp í þessu? Er þetta að ná að tjá sig? Já. Já, en leiðin að því getur verið mismunandi eftir einstaklingum. Það fer eftir því svolítið hvað er að búa það til að þú átt erfitt með að tjá þig. Já. Það fer svo rosalega mikið eftir því, það getur verið svo margt. Eins og sumir eru kannski með svona einhverfu eða Asperger eða eitthvað slíkt og þar verður þetta vera bara svona þjálfun að kenna fólki. En svo eru aðrir sem eru lausar við það að þetta snýst meira um einhver áföll og svona þá snýst þetta meira um að hjálpa fólki svona að vinna sig út úr áföllunum ef þetta tengist því. Svo er þetta oft bara feimni og lítið sjálfstraust. Það er líka að laga það. Þannig að það bara fer svolítið eftir hvað það er. En eins og með feimnina og þetta, myndi það falla undir kvíða? Þeir sem eru kvíðnir, þeir ætla að fara til sálfræðings. Jú, já. Myndi þeir koma til þín til dæmis? Já, ákveðna kvíðaraskanir. Ég vinn ekki til dæmis með allar kvíðaraskanir, en ákveðna kvíðaraskanir. En því nú er alltaf sálfræðingar alltaf sérhæfið sig meira og meira. Fyrir svona 20-30 árum þá fórstu til sálfræðings bara og hann bara vann með allt sem hann komst með, en í dag er þetta eiginlega ekki lengur þannig. Nú eru sálfræðingar meira sérhæfið sig í einhverju ákveðnu. En feimni er náttúrulega hluti af kvíða, getur verið það eins og félagskvíðanum. En feimni getur líka verið hluti af lélegu sjálfstrausti sem er kannski ekki, sumir getur verið með lélegt sjálfstraust en ekkert endilega mikil kvíða. En hvernig fer það samt að því að hjálpa? Hlustar bara á einstaklinginn ef hann er kannski erfitt með að tjá sig, hvernig festu við það? Já, það er flestir sem eru alltaf mjög stressaðir svona fyrst þegar þeir koma svona til sálfræðings, en yfirleitt í fyrsta tímanum þá fer það bara. Og maður notar bara ákveðna svona hlustunaraðferðir og reynir að spyrja svona opna spurninga og hjálpa til og svona. En síðan notar maður líka mikið bara svona praktísk verkefni. Maður lætur fólk fá svona tilfinningaskrár og hugsanaskrár og ég læt fólk oft skrifa dagbækur og það hjálpar mér oft mikið líka til að sjá hvað er að gerast á milli tímana. Maður notar bara svona, reynir að nota bara alls konar aðferðir til þess að fá fólk til að bara æfa sig. Þetta er oft bara ofboðslega mikil æfing. Og það verður í svona sálfræðitímum, það æfir þetta náttúrulega mjög mikið. Það er ekkert oft sem við sitjum með einhverjum í klukkutíma og erum bara að tala um okkur. Þannig að þetta kemur oft frekar hratt, eiginlega nánast alltaf.
Og þetta já, bara mismunandi eftir fólki hvað þarf að vera lengi í meðferð. Já, það fer svolítið eftir hvað vandamálið er flókið og hvað það er búið að vera lengi. En hvernig til dæmis, það hlýtur að verða einhver tímapunktur þegar þú vilt sækja meðferðina? Verður það flest fólk fyrir einhverju áfalli eða kannski taugaáfalli á að maður kemur til þín? Þegar það, já, meinarðu áður en það hringir í mig? Já. Já, stundum, það alls konar, sumir eru búin að hugsa þetta í mörg ár og allt í einu ákveður bara að drífa sig, þess að ég kom eitthvað fyrir í vinnunni eða skólanum. En sumir hefur bara lent í einhverju stóru áfalli, það var bara verið að skilja eða foreldrar að skilja eða eitthvað ennþá erfiðara sem að ýtir þeim að stað. Hvað finnst þér erfiðast við starfið þitt? Ég veist að erfiðast er þegar maður veit börn sem að verið að beita ofbeldi og maður tilkynnir það til barnaverndarnefndar eða eitthvað slíkt og veit svo kannski ekki alveg hvernig það fer eða finnst það kannski ganga of hægt að grípa inn í. Og það sem ég vann í 1 ár í Bandaríkjunum við að hjálpa lögreglumönnum í vinnunni sinni og þá kom maður oft inn á heimili og eins og kom að sjálfsvígum og svona þá fannst mér alltaf erfiðast að segja aðstandendunum frá því. Og ég veist að þetta tvennt sé kannski erfiðast að kljást við. Mér finnst ekkert sérstaklega erfitt að tala við fólk sem er í sjálfsvígs hættu eða eitthvað slíkt. En meira svona erfitt að koma að slíku og þurfa að tilkynna aðstandendum og svona. Og síðan að upplifa það að einhver börn eru í einhverjum hrikalegum aðstæðum. Maður getur ekki með gert neitt beint. Já, og eins og þegar fólk sækir meðferð, Já. þurfti að þá mæti alla tímana? Er einhver skylda? Er ekkert erfitt að horfa á fólk kannski sem mætir ekki síðan? Jú, og það gerist náttúrulega alltaf stundum. En þá maður getur ekkert gert því, fólk verður bara að taka ákvörðunina sjálft. En flestir mæta og mæta reglulega nema þeir eru náttúrulega bara veikir eða eitthvað slíkt. En langflestir klára bara meðferðina og það er svona oftast. Og margir sem koma kannski 2 ára á ári bara til að halda sér við eftir þeir eru búnir. Bara svona til að taka hann stöðuna. Það er mjög algengt að fólk vilji það. En svona, já, eins og ég segi, kvíði og stress og svona, þetta fer oft út í líkamlegar svona afleiðingar, þannig maður fær svona kippi og... Já, og magasár og svona, já. Og finnst þér eitthvað sem þú getur gert beinar þá til læknis eða... Ef mér finnst að vera að koma á það stig, að það þurfa að grípa inn í þar. Og margir eru kannski með mikla vöðvabólgu út af streitu og svona þá fer það ákveðin svona hreyfiprógramm og hjá mér en svo kannski fer það til við að fara til sjúkraþjálfara til að læra einhver ákveðnar aðferðir eða svona ef mig grunar að sé kannski eitthvað sem maður þarf að athuga með blóði eða eitthvað svona þá sendi ég fólki blóðprufu eða athuga með blóðþrýstinginn já, maður þarf ofta að vera í svolítið góðu sambandi við heimilislækna ef maður heldur að sé kannski eitthvað svoleiðis í gangi. Og stundum aðra sálfræðinga, eins og ég til dæmis er ekkert sérhæfð í að vinna mikið með svefnvandamál. En það eru sálfræðingar sem gera það, þannig að stundum vísa ég fólki kannski 3 tíma til sálfræðings og svo kemur það aftur til mín. Já, en svo með lyfin, þú myndir til dæmis ráða ekki fólki að fara til sálfræðings frekar en að kaupa svefnlyf? Já, algjörlega, já. Hugræn athyglismeðferð við svefnerfiðleikum virkar bara betur en svefnlyf. Það er bara búið að sýna fram og það er svo mörg rannsóknir. En fólk sem er kannski bara að gangi í einhvern margir krísu og hefur aldrei notað mikið svefnlyf, það er allt í lagi að það kannski taki 3 nætur í röð bara að það ná sér upp úr einhverju mjög erfiðu. En ekki kannski það er óþarfið að nota svefnlyf mikið meira en það. Ef það er svona krónískt svefnleysi þá virkar svefnlyf